Hæ, eitt af því góða sem að lyklaborðið getur gert fyrir okkur er að auðvelda okkur að stimpla inn orð, það annarkvort með því að klára þau fyrir okkur eða að koma með tillögur á orðum þannig við þurfum ekki að klára að stimpla þau inn sjálf. Ef ég til dæmis ætla að stimpla inn nafnið mitt núna og ég stimpla inn GESLI, tak ég eftir hvernig lyklaborðið lýsir upp textan sem ég er að stimpla inn bláan og sýnir mér nafnið mitt Gísli hérna fyrir neðan. Og þegar þetta kemur upp svona, þá er lyklaborðið að segja okkur að það telur að við ætlum að stimpla þetta inn, þannig að það eina sem ég þarf að gera er bara að halda áfram og lyklaborðið stimplar þetta inn sjálfkrafa fyrir mig. Ef ég til dæmis ætla núna að stimpla inn eitthvað annað orð, eins og bók, þá skrifa ég B.O.K. og lyklaborðið sjálfkrafa stimplar inn orðið fyrir mig. Nú ef þið eru að stimpla eitthvað inn og leiðréttingin er ekki að giska á orðið sem þið viljið stimpla inn, þá einfaldlega ítið það bara X-ið yfir orðinu og haldið áfram að skrifa svo venjulega og lyklaborðið hunsar þá í þetta skipti. Stundum getur lyklaborðið komið tillögu og þá til dæmis vill að hjálpa okkur að stimpla inn orð án þess að leiðrétta það fyrir okkur og tillögan kemur þá svona upp fyrir ofan og ef við viljum nota þessa tillögu þá einfaldlega ítum við á orðið og lyklaborðið klárar að stimpla það inn fyrir okkur. Þannig að svona getum við nýtt tæknina til þess að auðvelda okkur lífið þegar við erum að stimpla inn texta.